Góðan daginn. Það unboxing video. Ég var að panta frá Women's Best. Mjög langt síðan ég pantaði eitthvað á netinu. Ég pantaði alveg 4 eða 5 hluti daginn. Það kostaði 66 evrur sem eru 9.340 núna í dag. Þannig að þetta hefur verið svona 9.000 kall, þá þurfti ég að borga 2.000 kall á pósthúsinu. En þetta eru alveg 9 hlutir. Vá, svo langt sem ég fengi pakka. Ó, þetta troðfullt. Oh my god. Ok. Já, hérna stendur hvað hérna. Ok, ég pantaði alveg 4 svona protein cookies and cream. Þannig að í einum svona boxi alveg 21 gram protein. Ég var reyndar að lesa inn á hvað í þessu á síðunni, alveg pálmolía og soja og allt þetta sko, en mér minnir einhvern veginn keypti ég þetta hjá þeim og mér fannst þetta alveg alltaf lagi. Bara svona, þú veist, eitthvað í áttina af Oreo. Þannig að já, það 4 svona. Jám. Svo pantaði ég alveg heilan kassa af Protein Bar Chocolate Hazelnut Crunch. Svona stykki. Þetta eitthvað svona patent, held ég. Já, svona. Sko, nú get ég bara opnað búð og selt þetta. Þetta svona frekar lítil stykki. Frekar lítið. 44 gram. Já, soja. En í einum svona stykki 158 kaloríur, 15 gram prótein og sykur bara eitthvað pínu. Já, ég held að þetta sé gott. Við vorum að smaka þetta. Þetta er svo ógstætt að við ætlum bara að henda þessu. Öllu, nema þú viljir. Ef þú vilt, kommentaði hérna niðri. Já, kommentaði niðri og það var til heill kassa á þessu hérna ef við ætlum einhvern veginn að smakka. -2. Já, þetta er svona eitrað bragð. Ekki gott. Svo hérna, já, mér langar svolítið að smaka þetta protein chocolate. Hversu girnilegt er þetta? Svo já, ok, svo tók ég eitt bara svona spes chocolate hazelnut crunch. Eins og þetta. Þetta er raspberry crunch. Og hérna chocolate crunch. Þannig að já, ég tók alveg heilan kassa með hazelnut og svo bara eitt og eitt svona og eitt líka peanut butter caramel crunch. Og svo protein power cookies. Þetta er coconut. Ég held ég að tekja 2 þannig, mér finnst þetta svo girnilegt. 2 white chocolate. Þetta var alveg 11.000 kall, þú veist. Kannski svolítið mikið, ég veit það ekki. En mér langaði bara í eitthvað svona til að narta í. Einn svona smákaka 80 gram, bara 312 kaloríur, já. 23 gram prótein. Hvað ætla sem þetta boxi? Ok, ég átta mig ekki alveg á hvað þetta er þungt. Anyway, svo ekki flott. Svo á DHL að bíða eftir mér. Ég get sótt klukkan 2 í dag. Ég held ég bara bæti við hérna þetta. Það er eitthvað frá, ég segi eitthvað frá því aftur. Ég er svo forvitin, mér langar að kíkja hérna aftur. Mér langar svo að sjá hvernig þetta hérna lítur út. Ok, já, þú opnar þetta svona, já, ok. Hver smákaka 14,25 gram. Þannig að það sinnum 4 ok, það er bara 57 gram. Þannig að stendur hérna hver smákaka sé 62 kaloríur. Þannig að, ok, eitt svona pakki svona 248 kaloríur. 1, 2, 3, 4. Vá, þetta eru mjög miklu umbúðir fyrir þetta. Ok, skemmtilegt. Ok, ég glemði þetta. Ég ætla bara að smakka þetta seinna í dag og já, ég að fara í sushi veislu klukkan 1. Ég að pæla hvort ég að taka það upp líka.
What do you think? Já. Ég skausti DHL. Fekk þennan pakka. Ég man ekki, held ég að þurfti að borga svona 2,5 í toll. Opnum við þetta. Þetta kostaði 34 pund. Ég held að þetta sé hérna svona próteinstykki með gulrótarkökubrauði. Battle bites. Nice. Ok, þetta er líka með svona flottu. Nú get ég bara að fara að opna búð. Ok, ég verð eiginlega, því að gulrótarkaka er eiginlega uppáhaldskaka mín. Og já, eins og svo, þá var þetta ekki gott, þar sem ég keypti heilan kassa. Whatever. Það getur gefið einhverjum. Sjá þetta. Holy moly. Vá, þetta er brjálega gott. Það kemur geðið mikið svona gulrótarkökubrauð. Þetta er alveg eins og svona, þú veist, ef þú færir bara í bakarmeistarann eða eitthvað svona bakarí, þá kemur alveg eins bragð eins og er á kreminu. Ok, 220 kaloríur heilt stykki, þannig að eitt svona 110. Sér þetta er svona eins og litla svona lítil gulrót. Ég veit ekki hvort það sést. Ok, allavega ef þú ætti að kreifa gulrótarköku, þá er þetta málið. Þetta er samt amazing. Ef þetta er vont, þá getur maður að gefa þetta bara sem gjöf. Þetta er bara... Þetta er stór furðuleg pakning. Ég vildi líka segja að þetta er búið að vera svona viku á leiðinni. 34 pund. Ok, 5.400 kall. Þetta reyndar svolítið dýrt. Hvað er þetta mörg stykki? Það eru 12 stykki. Og 5.400. Ok, það er reyndar mjög dýrt. Ok, en whatever. Ég myndi segja að það væri worth it. Þetta er alltaf miklu, þú veist, ég var frekar til að borga svona mikið fyrir þetta heldur en ok, þetta kostaði 20 evrur kassan með þessu en ég get ekki borðað þetta. Ok, mér langar að smakka próteinsúkkulaði. Ok, heilu svona eru alveg 685 kaloríur. Þú veist, í 100 grömmum eru bara eins og svipa á venjulegt súkkulaði. Það lítur svolítið út eins og venjulegt súkkulaði. Það er mjög gott. Þetta er bara eins og súkkulaði. Protein power cookie, coconut. Já, ok, það eru tvær saman. Ok, það eru mjúkar. Ég myndi að þetta var gott, það er svona, kannski smá svona gerfulegt kókosbragð. En það er fínt. Hérna white chocolate. Smakka bita því. Já, það er alveg fínt. Mér fatti svolítið ekki alveg bragðið, þetta er svona meira eins og bara sykur. Og já, smakka einu svona. Eitt bita allavega. Ég er samt bara, ég er ekki alveg að ná þessum umbúðum. Úps. Þetta er með svona kremi og... ok, já, krem. Nei, mér finnst þetta ekki gott. Og ég pantaði 4 kassa af þessu, í alvörunni. 1, 2, 3, 4. Ok, oh well. Já, þetta er ekki gott. Ég veit ekki hvort ég nenni að smakka þetta. Ég smakkaði hazelnut, það var svo vont. Ég ætla að smakka hinn. Það er peanut butter caramel crunch. Afsakið, þetta er bara ekki gott. Ok, raspberry crunch. Það er alveg fínt, það er svona smá raspberry bragð, svona smá eins og eitthvað tyggjó. Það er svona gerfilegt bragð, en jæja. Og svo er þetta bara chocolate crunch. Þannig að þetta er eitthvað svona súkkulaðikeks, það var ekki gott. Chocolate hazelnut var ekki gott. Ég hef ekki mikla trú á þessu. Smakka þetta. Ok, þetta er enda slapp. Það var ekkert svo mikið bragð af þessu, þetta var svona súkkulaðibragð. Það var allavega skárra en þetta hérna. Chocolate hazelnut, það var ekkert hazelnut bragð af því og þannig að ég mæli ekki með próteinstykkjónum þeirra. Þú veist, ég held að kökurnar þeirra sé alltaf læg. Súkkulaði alltaf læg, kökurnar alltaf læg.
En hitt þarna, Ok, takk fyrir. Og þangað til næst. Það verður örugglega mjög bráðlega næst vídeo með eitthvað meira svona smakk og líka buxur. Yay. Ok, bye. Takk fyrir mig.